Þegar farið var að bjóða upp á miðlun og almannatengsl og ýmis svona byltingafræði og ýmis ný og spennandi fög við Háskólann á Bifröst, að það var ákveðið að tengja það líka meira þjóðfélagsumræðunni og ég var fengin til að vera með fjölmiðlafærni sem nýtt námskeið hjá okkur og þá erum við að þjálfa nemendur, eða þeir eru í þjálfun í því að koma sér á framfæri við fjölmiðla. Segjum kannski þeir stofna fyrirtæki eða starfa hjá fyrirtæki sem með einhverja nýjung eða að setja á svið ráðstefnu, eitthvað slíkt. Þurfa bara að kunna að koma málum og fyrirtækjum á framfæri við fjölmiðla og síðan þegar maður komin í viðtöl að nota tækifæri vel, að kunna að gera kröfu til sín sem viðmælandi og kunna að gera kröfu til fjölmiðilsins. Ef þú ætlar að taka viðtal, hvernig gerirðu það? Og þá höfum við komist að því og gaman að sjá það hjá nemendum mínum í fjölmiðlafærni að við áttum okkur á því, við erum í mjög mörgum störfum að taka viðtöl. Ekkert bara, það þarf ekki að vera á fjölmiðli. Einn til dæmis hefur verið sjúkraflutningamaður og einn hefur unnið á neyðarlínu og þeir áttuðu sig bara á því að nemendurnir að þeir höfðu oft verið að taka viðtöl í gegnum tíðina. Og við erum bara að þjálfa okkur í því að gera það vel. Gera það áhrifaríkt, spá í hvernig kemur maður máli sínu til skila og hvernig fær maður mestu og bestu upplýsingarnar upp úr fólki á stuttum tíma. Við erum svolítið að leika okkur með þetta, það gaman í þessu og þau fara inn á ýmsa fjölmiðla. Þau hafa fylgst með fréttaútsendingum á RÚV og Stöð 2 og þau hafa farið á fundi hjá ritstjórum tímarita og svona verið í beinni og verið í viðtölum líka, bítið á bylgjunni og svona. Þannig að þau fá að prófa og svo förum við í vísindaferð og kynnumst fjölmiðlum. En já, líka þetta bara að lesa í kameru og vera í viðtölum, skrifa greinar og svona. Þannig að þetta ekki sko einhver stór fjölmiðlafræði. Þetta svona grunnur í fjölmiðlafærni.